Komið sæl og verið velkomin í podcast Kopp.is. Allei, við erum komnir í úrslit meistaradeildarinnar. Þetta er tekið upp í kjölfarið á reyndar tapleika móti Róm, en það er öllum drullu saman. Liverpool er að fara til Kýf. Ég veit ekki alveg hvort þeim trúaði fyrir tímabilið, kannski í okkar, en þetta er allavega orðið staðreynd núna. Með mér á línunni er Sigursteinn, þú ert mættur á þínu stað. Já, ég er klár. Sæll og velkomin. Herðu, Maggi er að detta í hús von bráðar og með okkur að þessu sinni Steingrímur Sævar Ólafsson. Denni, sæll og velkomin. Já, góðan og blessaðan, hvað segið þið? Ég er bara sjaldan verið betri. Sjaldan verið betri. Það er ekki hægt að kvarta. Herðu, nei, þetta eiginlega getur ekki orðið skárra hjá okkur, þannig að við ættum að vera léttir í dag og ég held að strákar, við séum ekki að bíða með það og vindum okkur beint í bara í rauninni, ég byrja á þetta enni, bara fyrstu viðbröður inni við að þetta sé orðið veruleika og hversu stórt heldur þetta sé bara fyrir félagið svona miðað við það sem undan er gengið. Ef lénið vantrú.is væri ekki frátekið, þá hefði ég tekið það frá núna undir stöðuna. Þetta er náttúrulega ótrúlegt og við hefðum aldrei trúað þessu í byrjun tímabils að við værum að fara að spila úrslitin í meistaradeildinni við Real Madrid og værum í mikilli keppni að tryggja okkur sæti í meistaradeildinni í deildinni. Þetta hefur náttúrulega verið ótrúleg ferð og spilamennska liðsins, hún hefur farið náttúrulega fram úr björtustu vonum á öllum sviðum og þetta tap, jú, auðvitað pínu súrt en maður fagnaði enga síður vegna þess að þetta er ótrúlegur árangur og þegar við sjáum menn eins og Roy Keane og Rio Ferdinand vera farin að hrósa Liverpool-liðinu og tala hversu ógnvænlegt það er og hversu skelfileg tilhugsun það er fyrir þessa menn að horfa til þess hvernig liðið er að þróast og getur þróast, þá getur maður ekki annað en brosað. Nákvæmlega. Steini, fyrstu viðbröð þetta voru ansi löng eðmörku ganga hjá okkur allavega í þessari keppni. Já, ég meina það er maður eiginlega svona lípa sér svolítið í hendina bara þetta er bara, ef þetta var ekki búið að vera yfir svona langan tíma þá gæti þetta verið eitthvað svona draumur en alveg svo Dennis segir bara sá aðili sem að heldur því fram að hann hefði getað séð þetta fyrir í lok júlí, byrjun ágúst, hann er legari. Það er bara óskup einfalt mál, hann er bara legari. Þetta er alveg ólíkindum og akkurat þetta, það er ekki bara að hafa hossast í gegnum þessa leiki eins og við gerðum svolítið 2005 með Dimitra Ore og Igor Biskan og félaga. Við erum búin að vera að spila alveg stórkostlega fótbolta. Það er eitthvað svona bara rúsínan í þessu líka. Við erum ekki bara að vinna, við erum líka að skemmta okkur stuðningsmenn og Liverpool bara gerræðislega en bara öllum fótbolta heiminum. Þetta er aldrei máli, Denni, kannski munurinn á þessu tveimur, þegar það er nú heldur betur og sérstaklega náttúrulega maður sér að þetta helst þá einhverjum stuðningsmennum annar að liða að það er nú ekkert lítið búið að reyna að gera lítið úr þessum árangur og þessu ferðalagi í úrslitin. Þetta hefur verið lið sem kæmust ekki í Champions-deildina liggur við og eitthvað svona heyrum að tala um þetta er bara bullshit. Þetta er ekki Liverpool, ég held að ef við tökum Hoffina líka með markahæsta liðið í sögu keppninnar. Já, og til að kóruna allt saman, hversu oft höfum við ekki verið að skora 3, 4 og 5 mörk og lið sem notabene eins og þeir segja, er ekki að spila með framherja og lið sem er með sæmilega miðju, lið sem er með bakverði sem enginn hafði trú á, hefur verið í markvarðavandræðum og er með Lovren í miðverði, strákar. Þetta er draumur. Þú líka eins og segir það, Steini, við erum alltaf búin að taka þetta viku fyrir viku en ef þú horfir bara byrjun tímabils sem þú talar mikið trú á þess að það er komið nýr markmaður og báðir bakverðinir voru ekki í byrjunliðinu í byrjun móts.
Já, þetta 19 ára strákur sem spilar eins og 27 ára. Robertson sem bara fyrir örfáum árum síðan var að hugsa að skrá sig á atvinnuleysisbætur í Skotlandi og var að spila fyrir Queen's Park í skosku utandeildinni. Það enginn sem myndi vilja skipta á þessum bakvörðum fyrir einhver aðra bakverði í dag. Þeir eru ekki bara frábærir, þeir eru þindarlausir, þeir eru með hjarta á réttum stað, þeir eru að berjast eins og enginn sem morgundagurinn og þeir eiga svo mörg góð ár eftir. Nákvæmlega líka Steini að ég sem að Wenger núna, hann að detta út úr Evrópukeppni enn þetta árið, hann búin að vera 25 ár, hann einu sinni komist í úrslitaleik, Liverpool núna farið í úrslit, þetta er jafn oft og United, Arsenal, Chelsea og City til samans. Já, en það eitthvað sérstakt búið að vera í gangi. Ég var að hlusta á podcasti hjá þeim Bloodred podcastið á Liverpool Echo í morgun og þar segja þeir James Pearce og félagar að þeir muni ekki eftir öðru eins bondi á milli stuðningsmannanna og leikmannanna eins og það búið að vera þessu tímabili. Það eitthvað kemistri búið að vera bara í loftinu eins og á Anfield sem að þeir bara sem eru búin að vera að fylgja liðinu mjög lengi bara hafa ekki upplifað bara í háarherstíð og jafnvel bara aldrei. Þannig að það ekki eitt, það allt, það bara, ég held að svona gaman saman lýsir svo svolítið þessari stemmingu sem í kringum liðið og bara félagið og allt þar í kring. Já, það náttúrulega horfum við fyrst og fremst að ekki enni á stjóran. Þetta ekkit stórt leyndarmál þannig bak við þetta, sko. Nei, þetta maður sem lýsti því bara yfir þegar hann kom að hans fyrsta markmið væri að binda saman stuðningsmennina og liðið. Þetta maður sem stóð á hliðalínunni og sagði öskriði hærra, veriði 12. maðurinn. Hann hefur ítrekkað tengt þessi tvö liði saman, hann segja liðið á vellinum og liðið í stúkunni á sama tíma og hann hefur verið að bonda svona vel við hvern einasta leikmann og sá leikmaður sem hann hefur ekki viljað að bonda við, hann ekki lengur í hópnum. Þannig að hann náttúrulega bara þvílíkur gimsteinn fyrir lið eins og Liverpool sem þurfti svona persónuleika. Sjarmerandi mann sem bindur alla saman og gefur mönnum trú. Við getum þetta. Það bara skilaboðin hjá honum leik eftir leik eftir leik. Okkar Shankly, ég get orðað þannig. Eitt Steini, það nú mikið verið að, það nú ansi margir búin að koma mál mig og ég sem að sé svona áttfalt af þér og veit ég nú ekki heyrti inn ykkur 13 ára vera töðum að þú að fara til Tyrkland. Ertu að fara til Kíf? Helst ekki. Þau eru tölaði hvað margir hafa haft samband. Það klárið að nýða. Nei, þetta alveg, það alveg magnað svo maður taki nú smá rant það hvað þessi blessuðu fótbolta yfirvöld eru eitthvað ekki með þetta. Hvernig í ósköpunum dettur mönnum í huga að halda HM í Rússlandi? Hvernig í ósköpunum dettur mönnum í huga að vera að draga úrslitaleik meistaradeildarinnar til Kíf? Það að gerast nákvæmlega sama með hóteldæmið í Kíf eins og var í Rússlandi. Þetta alveg bara stórgalið. Þegar ég var að tala við mína menn út í Liverpool varandi hvort það væri möguleiki á að ná miðum og svona, þá var mér sagt, já, það ætti nú ekki að vera neitt svona risamál. En bóka flug, bóka hótel, það gæti orðið mjög erfitt. Ekki tala samt alveg svo að miðaverðið sé eitthvað eðlilegt því annars stoppar ekki síminn hjá þér Ja, hann stoppar ekki hvort en þetta verður ekkit einfalt mál með neitt af þessu og yfirleitt svona eitthvað eitt sem að vantar, það erfitt kannski með flug, það erfitt kannski með hótel, það erfitt kannski með miða, þetta allt erfitt. Það allt erfitt þegar það kemur að þessum stöðum eins og Kíf og Rússland. Og það bara með hreinum ólíkindum á hvaða vegferð þessi knattspyrnu yfirvöld hver tilgangurinn rauninni sé. Af hverju menn ekki að nota fótboltavelli til dæmis og þjóðir sem kunna að halda svona leiki. Þetta risaleikur. Það ekki nokkur í hundruð og þetta
þegar við vorum, Ísland var á EM, þá fannst okkur þetta truflað. Það voru 3 upp í 5.000 manns að fara á þessa leiki. Við erum bara að tala að það eru basically að koma 60.000 manns En á þennan blett. Er ekki krafa að dreifa þessum álfuna? Krafa hvers? Bara knattspyrnusambandana, Úkraína, þeir eru með völl og borg til að hósta þetta. Það er alveg staðræðin, sko. Ég held að svo staðræðin sé bara ekkert fyrir hendi. Ég bara með að hvernig staðan á hótelmálum og öðru slíku núna, að þá þeir ekkert að handla það. Sorry, það er bara þannig. En við skulum ekki vera að horfa á neikvæðu þetta. Ég held að ég sé ekki að fara, þó við dauðlangi og ég held ég geri sama og þegar koma því að bóka Rómadæmið að ég læsti mig bara inn í herbergi án síma og tölvu og léti það líða hjá. Þannig að ég ger ekki slíkt í saman núna. Ég ætla að koma til þín og læsa með þetta inni. En er almanna fyrirtæki Sævar SLF á leiðinni til Kýf? Er ekki vinnuferð? Getur ekki bókaði eitthvað gikkalla? Er ekki eitthvað? Mér sýnist alveg að yfirvöldi Kænugarði þurfi á almannatryggingu að halda. Ég satt með hópi Liverpoolmanna í morgun þar sem við vorum einmitt að skeggra þetta og meðan við sátum hana þá slóum við upp hótelum í Kænugarði á booking.com og hotels.com og svo framvegis og við vorum að sjá meðalverð á bilinu 150 upp í 200.000 krónur á hótelherbyggjum og þarna sátu menn sem í fullri alvöru voru líklega komnir með miða á svipaða peninga ekki? Aðeins minna en þegar að þetta orðið kannski ferð upp á 500.000 og þú ert að fara í Kænugarð, þarna sátu menn og voru að velta fyrir sér eigum við frekar að fljúga til Póllands, gista þar og leigja bíl. Þannig að við sjáum hvað þessi, eins og Steinir að segja, hvað þessi Kænugars hugmynd knattspyrnusambandsins hún svo klikkuð. Þetta svo, það getur vel verið að það sé einhver kvóti og menn þurfi að flytja þetta fram og tilbaka, en hvaða hindranir verið að setja upp fyrir almenna knattspyrnuáhugamann? Þetta ekki hægt, strákar. Strákar, með við þetta, það var Atatürk í Tyrklandi, það var Grikkland sem en nú líka frekar út úr, það kannski ekki alveg jafnslægt. Basel, það var í önnur keppni. Spurning hvað Liverpool vonandi komast aftur þetta bráðlega. Ég býst þegar leikur verið annarkvort í Moskvu eða Tókíó, þegar fyrsta skiptið við haldum þetta utan Evrópu. Ég get sagt þér það, ég fór bæði til Tyrklands og til Aþenu. Ég hef heyrt af því. Það. Ég get alveg sagt ykkur það, í Aþenu var algjör hundafokking heppni að það ekki bara mannfall. Þeir voru svo langt frá því að geta höndlað það dæmi og þetta einhver dreifingastefna hjá UEFA. Atatürk, þetta var eins og leikurinn var eftirminnilegur og allt það. Við fórum beint upp í rútu eftir leik og við vorum komnir upp á hótel klukkan 5 morgun af vellinum. Var ekki þar Steini? Var ekki vandamálið þar samt leigubíllinn? Var hann ekki alveg rándýr? Leigubíllinn kostaði ykkur 20 milljónir. en ekki nóg með það heldur, ég hef aldrei þurft á ævi minni að fara sem fararstjóri upp í flugvél og reka alla útrunni, af því að það var svo mikið kaos á flugvellinum á leiðinni tilbaka að maður bara hættur að bara skilja hvað sé í gangi varðandi val á þessu. Ekki markmiðið að fótboltinn njóti sín, að hann sé aðalatriðið og þessi leikir verði eftirminnilegir. Ekki bara hversu erfitt var fyrir stuðningsmenn að komast þangað, að vera þar eða hvort að þeir eru gjaldþrota á eftir. Já. Þetta smá svekkjandi. Það alltaf líka sýnir núna alveg svo reyndar líka hinn 2 skiptin að Liverpool gæti náttúrulega nánast í selt 500.000 miðan að leika á eðlilegu verði, Já, þetta svo sem stór leikvangur, þetta 63.000 manna leikvangur og það 16.000 miðar á kvot, það bara eins og það ég meina. En vonandi þetta leikvangur sem ekki eins og í Aþenu sem var bara ólympíuleikvangur sem var
eins langt frá því að geta talist boðlegur knattspyrnuleikur eins og hægt var. Það var, eins og ég segi, það var bara hundaheppni að þar var það ekki mannfall. Herðu, höldum áfram við þetta, við komum aðeins kannski frekar inn á þetta næstunni, en hérna, Denni, þú veist, það var ljóst fyrir leik svo sem að Real Madrid býður í úrslitum. Hvernig mötur þú möguleikana hjá okkur í gegn þeim? Ég lýsti því yfir fyrirfram að ég myndi frekar vilja fá Real Madrid heldur en Bayern ef við kemumst í úrslit og ástæðan sú að mínum að eins frábært lið og Real Madrid þá eru þeir brothættir, þeir eru að eldast og þeir taka mótlæti afskaplega illa, meðan að Bayern München eru þéttir, skipulagðir, agaðir og þeir eru þessi lest. Þannig að ég sagði fyrir þessa leiki að ef ég mætti velja þá myndi ég frekar vilja mæta Real Madrid. Ég ekki þar með að segja að ég haldi að við getum auðveldlega unnið Real Madrid af því þeir séu eitthvað brothættir. Þvert á móti, Real Madrid frábært lið og á góðum degi þá stenst þeim engin snúning. En merkilegt nokk, við getum sagt það núna, á góðum degi stenst ekkert lið heldur Liverpool snúning. Maggi, sæll og velkomin til leiks. Út mættur í brjóðlunum. Maggi með út á mjút samt sko. Steini, ég geti þín hérna. Já, það ekki verið. Það góða, það var eitthvað prósít hérna í dæminu. Gaman ykkur. Sæll og velkomin. Takk fyrir það. Við erum aðeins komnir áfram í umræðan og við erum að spá í hérna, ég gefði bara strax inn við erum að spá í möguleikana hjá Liverpool á móti Madrid. Já, ég hlustaði einmitt á Stengrim, velkomin Stengrimur, gaman þér. Ég alveg sammála Stengrim í því að það á pappír þá náttúrulega fannst mér Bayern bara miklu betra lið. Ég horfði á báða leikina, Real Madrid og Bayern, það náttúrulega má kannski segja það að þar hafi bæði kannski kostir og gallar þess að Real Madrid liðs komið í ljós. Þeir náttúrulega ólsegir, hún á að kreista fram úrslit í þessum Evrópumeistaradeild leikjum. Þeir náttúrulega komast í 4. úrslitaleik í svona 5 árum, þannig að mér fannst Klopp tækla þetta bara rosalega vel þegar hann var spurður hérna eftir leikinn í gær. Sem sagði að Liverpool að fara að keppa við sérfræðingan í meistaradeildinni, það verður ekkert tekið af þeim. Að Bayern var klárlega betra fótboltaliðið og reynir ótrúlegt að mistök í báðum leikjum gefa Bayern að gefa Real Madrid þessi mörk sem að þeir þurfa. En það stærri mistök heldur en við að venjast í meistaradeild bara almennt. Þannig að ég held að betra fótboltaliðið hafi fallið úr. En að því sögðu, það var náttúrulega fyrst mér við pínu brattir, mjög margir sem ég hef verið að fylgjast með á Twitter og verið að horfa á svo sem alls konar spjallþráðum og svona einmitt í þessar umræðu. Við erum underdogs í þessum leik, það er augljóst og Real Madrid í dag miklu betur skipað fótboltalið heldur en Liverpool og í dag ef Liverpool og Real Madrid spila 10 leiki þá myndi Real Madrid vinna 7 held ég. En það er þessir 3 möguleikar sem að gætu verið fyrir hendi og að því að nú ekki náðu að hlusta á okkur alla, þá veit ég ekki alveg hversu mikið þegar við rættum leikinn í gær sem var alltaf svo kloppsaði, lélegasti Evrópuleikur Liverpool í vetur. Ok, en það sem að gerðist í gær var náttúrulega líka frábær æfing fyrir Realliðið. Ef við spilum varnarleikinn eins og við spilum í gær, þá munum við tapa úrslitaleiknum í Kiev fyrir Real Madrid. En ég held einhvern veginn, og ég var svo sem bara að segja það líka í podcastum eins og Stengrim og lýsa á þann að ég held að hefði alltaf verið mun starra verkefni að vinna þetta Bayernlið heldur en þetta mjög góða Realið. Sammála því Steini? Ég ef við svona tölum þetta Realliða og nú það þetta, eins og ég segi, 3. árið í röð sem þeir eru í úrslitum meistaradeildar. Ef ég ætti að velja eitthvað af þessum 3 liðum, þessi 3 ár, þá myndi ég velja liðið núna til að mæta. Mér finnst þeir vera langt frá því að vera jafn sterkir og þeir hafa verið undanfarin ár. Og þar með ég ekki segja að þeir séu eitthvað lélegir. Alveg, ég tek undir með Magga að það er náttúrulega bara heimsklassa fótboltamenn í öllum stöðum hjá þeim en þeir eru
sko, syngið hjá þeim finnst mér ekki hafa verið neitt sérstakt. Þeir eru bæði búin að vera að ströggla heima fyrir og lengi framan á í meistaraflokki. Þeir eru að fara þetta áfram, og segja alltaf að segja það, svolítið af gömlum van einhvern veginn. Ég meina, horfum á seinni leikinn heima á móti Juventus. Þeir eru konið 3-0 undir á móti þessi Juventus-liði sem að Tottenham var búin að spila sundur og saman og einhvern veginn, þeir eru svo skrýtnir þessi leikir. Tottenham voru svona álíka og Bayern voru núna. Gagnvart Juventus. En Juventus fóru þar áfram og sama var upp á teninum núna. Þannig að það er ykkur svona gömul sigla sem er að skila þeim áfram. En klárlega ef ég ætti að velja á milli þessara 3 Real Madrid-liða, þá bara, þeir eru bara flestir, það er náttúrulega allir, 1 ár eldri, en hérna, aldurinn á liðinu er orðin svolítið svona í hærri kantinum hjá lykilmönnum sérstaklega. Það er ekkert að horfa svolítið þannig sem Steini segir að þetta nánast ég stillast upp eins og bara ungir gamlir með hópana, sko, Real og Liverpool. Jú, og líka reynsla versus reynsluleysi, það er alveg æskan gegn ellinni, en ef við horfum á bara þessar tölulegu staðreyndir, vortum með Ronaldo, 33, Ramos 32, Modric 32, Navas rúmlega 30, Benzema rúmlega 30, Marcelo 30. Þið sjáuð sko, það reynsla, en það er líka, og hann skiptir líka máli. Sko, við getum alveg stilt þessu upp ef við myndum setja þessar tölur á pappír og þá þetta að horfa á þetta með bæði annars vegar að segja sko þarna ertu með hraða og grettu æskunar versus reynslu og yfirvegun ellinnar og svo framvegis en þetta getur alveg sko skipt sköpum þegar leikinn komið. Nákvæmlega. Eins og þú talaðir áðan Maggi, getum við ekki sagt líka sko Real Madrid er miklu betra lið en þetta Róma-lið myndi ég ætla en þetta hentar mörguleiti Liverpool betur heldur en þetta Róma-lið bara upp á, þetta er ekki sama tröllaliðið sko. Já, sko, eins og ég segi að því ég mistaði það sem var náttúrulega sko, það voru margir varnaglar á þessu leik í gær. Þetta skiptir engu máli úr þessum komið að hvað maður var að stressa sig á vegna þess að við erum komin áfram og það var alltaf bara það sem þetta styrist og sjálfur sér kannski ekki mikið stress í gangi en það er alltaf alveg augljóst mála að sterkustu leikmenn Real í þessum 2 leikjum við Bayern voru leikmenn sem við þurfum að stoppa Ronaldo hafi ekki skorað þá er það hann sem tekur mest þannig til sín og Benzema var náttúrulega eins og gammur þarna í þessum leikamóti í seinni leiknum og við sáum í gær stóran center sem við vorum í miklu vandræði með Dzeko var mjög öflugur þar og svo náttúrulega eru þeir með líkamlega sterka menn þarna aftast í Varane og Ramos sem voru líka í gær svolítið að pakka centurunum okkar saman þannig að ég held bara það er bara nákvæmlega sem að kannski Steini og Steingrímur voru að lýsa hérna áðan það við verðum bara að stóla á það að þrátt fyrir og fullkomið reynsluleysi, þetta er náttúrulega endalaust á öskubuskusögum, ég horfði á leikinn hérna á BT Sport í gær og þeir voru með þetta að tína þetta upp og gripið viðtal, 19 ára strákbjakkin, gaurinn sem var keyptur frá Hull, og þessar strákar sem eru Milnes fítt transfer frá Manchester City, við erum með svona öskubuskur og fullt af leikmönnum sem hafa verið að spila í rauninni ótrúlega vel í gegnum þessa meistaradeild og við verðum bara að stóla á það að þegar þeir koma til Kív að þá frjósi þeir ekki og að Klopp og leikplanið sem hann mun setja upp á Real sem allir vita hvað við erum ekkert góðir að verjast, það sást aftur í gær þegar Ragnar okkar Klavan kom inn á og þó hann hefði ekkert gert í þessu víti þá erum við ekkert góðir þegar við leggjumst aftur á völlinn, það hentar okkur bara ekki raskat, við verðum að fara gung-há á Real og ég er alveg sannfærður að við skorum 2 mörk á móti Real Madrid en bara það veit enginn hvað þeir gera og hvernig þeir koma til leiks. Ég sá á Stúta Juventus og Torino og svo sleppa vel í Madrid og það er kannski bara það sem er svona óvissu faktorinn í þessu einvígi í öllu að hvaða Real Madrid lið mætir til leiks. Þeirra leið í úrslitaleikinn hefur náttúrulega verið líka býsna erfið og flókin. Hún gat ekkert verið mikið erfiðari það ekki. Nei, ég meina Paris, Bayern og Juventus, þetta er ekkert smálið sem slá út. Já, ekki gleyma riðlinum sko. Já, riðlinn svakalegur, þannig að þetta er lið sem
kann þessi fræði alveg upp á 10 en af því að eins og Steingrímur sagði þannig að það komin aldur á þá og þeir, þú veist, ef okkur tekst að pirra þá og við náum að setja fyrsta markið og ergja þá og þá alveg séns í þessum leik en mér fannst einmitt sko, ég geti þá talað það núna, mér fannst Gærdagurinn nýtast rosa vel, þegar þetta fór ekki mjög vel í gegnum leikinn þarna, gaman hlust á Gerrard Lampard og Ferdinand þarna eftir leik, þar sem að Gerrard einmitt sagði það, þú veist, það sem Klopp þarf að gera hérna núna, hann þarf að setjast niður með þetta vídeo, því að þú veist, þeir eru að fara að spila við betra lið í Real Madrid, sem að mun að sjálfsögðu fara inn á veikleikana sem að sáust í gær, sem að voru hægri bakvörðurinn og sem sagt vandinn hjá okkur við það að losa boltan í gegnum frá vörninni ef við náðum ekki að senda stuttaboltan inn á miðjuna, þar sem að Róma var á löngum köflum í gær að éta. Þetta bara, þarna mun Real koma, þarna verður aksjónin í leiknum og nú hefur bara Klopp þennan mánuð, það er hann að klára þessa deltaleiki en við þurfum ekki að vera að stressa okkur á því að vera að keppa meistaradeildar sem þeir höfum til Kýf en Gærdagurinn að líka geta nýst þessi lið alveg svakalega vel í undirbúningnum fyrir úrslitaleikin því að við vitum það alveg að Ronaldo verður settur á vinstri kant á móti Trent Alexander-Arnold og svo verður boltanum fleittinn á Benzema til þess að Modric komi í hlaupið eins og Nainggolan gat fekk að gera í síðust seinni hálfleiknum í gær. Þannig að ég held að við höfum öll einhvern veginn tækin og tólin til þess að undirbúa okkur mjög vel undir þennan Real-leik og ef við hittum á það að þessir leikmenn okkar sem að voru náttúrulega bara þreyttur og slakir í gær, sagði þetta náttúrulega klárlega að slakasti leikurinn í Sala í langan tíma, hann var lúinn og þreyttur og var rangstæður vegna þess að hann var ekki allt oft í leiknum þess að hann var bara ekki alveg á tánum. Nú það bara að koma þeim í gír, láta pressuna virka og bara treysta á það að mótlæti fari svo í taugarnar á Real. Þá eigum við séns í þessu, ekki spurning. Þeirni var ekki fagnaðarlætin á Real, þetta ekki bara það sem fer upp á vegginn í klefaði Liverpool fyrir leik, þeir voru allir bólum eftir 13? Jú, ég meina, ég bæði sammála og ósammála Magga í þessu, sko, þetta Real Madrid-lið, við eigum ekkert að þurfa að hræðast þetta Real Madrid-lið, neitt. Sóknarleikurinn okkar, sóknarmennir okkar og bara hvernig liðið okkar búið að vera að fungera á móti mjög stórum liðum. Við skulum ekki gleyma því að Manchester City liðið bara eitt besta ef ekki besta lið Evrópu á þessu tímabili og við erum búin að vinna núna 3 leiki á þessu ári gegn þeim. Þannig að ef við horfum á leikmannahópana hjá þessum liðum þá hræðist ég leikmannahópin hjá City meira heldur en Real Madrid. En það ekki þar með sagt, þetta vinnst aldrei á blaðinu. En ég allavega fer ekki banginn inn í þessa leiki. Ég fór lafhræddur, ef við komum aftur af Tyrklandi á sínu tíma, inn í þann leik. Þar vorum við að fara að mæta til dæmis besta liði í Evrópu by far í mannafla í þessu AC Milan liði og við vorum svo miklu underdogs að það var eiginlega bara ekki fyndið. Þetta gátum við eiginlega ekkert í leiknum. En núna finnst mér bara farandi inn í þennan leik að við erum ekkert síður, við erum bara inform lið og eiginlega bara meira heldur en Real Madrid. Þó svo að sko ef þú tekur stöðu fyrir stöðu, leikmann fyrir leikmann að þá hafa þeir örugglega betur á flestum stöðum en ef við horfum á bara þessa meistaradeildar núna og þetta tímabil núna þá fer ég allan ekki banginn inn í þessa viðureign og bara þetta verður tilhlökkun en auðvitað á maður eftir að naga á sér neglurnar og puttana alveg upp í axlir þegar kemur að þessu bara dagana fyrir og á meðan því stendur og þetta getur farið út allt og ég meina talandi einvígi eins og Maggi kom inn á núna, nú var Trent Alexander að ströggla, hann strögglaði á móti Man United, hann tók síðan og pakkaði Sane saman í 2 leikjum. Eins og segja, þetta allt hægt og við eigum alls ekki að fara eitthvað með svona litla sálinn í þennan leik, sko. Nei, alls ekki. Herðu, þannig að við höldum áfram með, sko, eins góður að Klopp að koma liðum í úrslitaleiki þá hefur rauninni gengið bölvanlega undanfarið að vinna. Er þetta eitthvað sem við ættum að hafa áhyggjur af fyrir þennan leik eða bara horfa á liðið?
Erum við ekki búin að heyra þetta svo oft þegar menn segja sko að því oftar svo vinnur því styttara í tapið. Þetta virkar í hina áttina líka. Því oftar sem hún búin að tapa úrslitaleik þá styttist í sigur í úrslitaleik. Klopp hefur oft verið óheppinn með meiðsli fyrir þessa leiki og það á líka við núna. Hópurinn hann lapþunnur og ég sagði við einn út í Ölveri þegar ég var að horfa á seinni leikinn, ég sagði sko við erum rétt tæplega að ná í lið og ég til dæmis ekki viss að ef Chamberlain var heill heilsu að Wijnaldum hefði byrjað í gær og við sáum þessa þreytu sem í liðinu, þannig að við eigum þetta verður erfitt En ég held að Klopp, sko, hann á ekki eftir að festast í einhverju smáatriði eins og að efast sjálfan sig af því hann tapi úrslitaleikjum. Og ég held að leikmennirnir gera það ekki heldur. Það enginn sem á eftir að horfa og segja, hvað Klopp, þú tapar alltaf úrslitaleikjum, þannig að við erum að fara að tapa þessum. Ég held þvert á móti að menn muni nálgast þetta á hinn veginn. Heyrðu, þú búin að tapa þeim nokkrum í röð, nú vinnum við. Nákvæmlega, ég held að við ekki að bæta við þetta og vindum okkur bara leikinn í Róm. Við verðum að taka hann aðeins fyrir ekki steini sko fyrst og síðast sko verðum við líka að hrósa þessu Rómaliði bara fyrir fyrsta lagi bara gefast ekki upp og þetta var heldur betur leikur sem gáð okkur þetta er alltaf lögur og undanlögur en þetta var alveg leikur. Já, ég svo sem maður var aldrei eitthvað í einhverju rosa þá bara fram að fyrsta markinu sem við skoruðum sem var eitthvað svona með hjartslátt sko og eins ótrúlegt og það var nú en þar fyrir utan að þá fannst mér við vera með þetta svona meira og minna allan tíma sko en jú það sjálfsögðu það náttúrulega bara virðingavert að þeir gefast aldrei upp, þeir halda áfram og þeir og við sáum nú ansi hressilega fyrsta markið þeirra en það barátta í þessu liði og það greinilega karakter í þessu liði. Ég meina, þeir var ekki búin að koma tilbaka á móti Barcelona á heimavöll og slá það út eða var ekki karakter í liðin. Og sama í rauninni í þessum leikjum að vera búin að eins og á Anfield búin að sundurspila þá í 70 mínútur, bara gjörsamlega sundurspila þá að koma tilbaka hann í restina og gera seinni leikinn að leik. En í gær það var rauninni bara síðustu 15 sekúndurnar sem þeir áttu eitthvað smá séns í henn. En jú, þeir fór hós. En það ekki líka mækki þess að við erum að sjá núna undanfarna allavega 3-4 leiki að við erum búin að fá okkur 2 mörk núna í lokin alveg trekk í trekk sko. Sýttu 4 leiki, bara hópurinn gjörsamlega komin á þolmörkum, hann er 70-75 mínútna verið törur. Algjörlega, ég sammála því og það sem var bara góð í þessu var það að Rómaliði virtist ekki vera neitt miklu betri stað, það var einu ótrúlega þeir skildu skora þarna í lokin, bara svo sem okkar aulaháttur, svo sem víti var alltaf bara eitthvað gjöf frá dómaranum að leikur var búinn til þess að búa til einhverja eðlar, en hinn mörkin náttúrulega ótrúlega léleg af okkar hálfu allan hátt. En bara sem betur fyrir fannst manni, mér fannst allavega að Róma ekki hafa neina orku í það að sækja á okkur meðan við vorum á þessum stað sem við vorum á það. Ég meina Sala var komin á hnén, fyrir Mino, mér sé hann virkaði á mann þreyttur. Þannig að þetta var bara alltaf gríðarleg orka sem fór í þegar við farið í þessa leiki. Ég meina eins og Denni var að segja sko, við erum alltaf bara, það sjálf valið í liðið okkar, ok, við getum hugsað hvort við ætlum að hafa Klein eða Trent, en í öllum leikjum sem eftir í þessu móti, ég meina, maður veit ekki hversu Lallana nálega, það alltaf sjálf valið í þetta lið og það hafa verið 12-13 leikmenn sem hafa verið að spila það og það bara alveg sama, fyrst mér allavega hvað við reynum að tala það, einhvern veginn, þeir eru að hlaupa 11-13 kilometra, 2 í viku, núna búið að vera svolítið þannig síðustu vikur og það náttúrulega sást í stókleiknum og aftur þarna í lokin að liðið helviti þreyttum stað. Og það verður auðvitað bara pínu verkefni núna, ég er eiginlega viss það verður ekki sparkað í bolta nema bara einhverjum reit og skallaflaki þannig að spila við Chelsea helgina og ég held einhvern veginn að það sé ekkert ólíklegt að
hann svona verði með annað augað á því að bara út af markatölum þá mun einhver duga að klára hann að Brighton-leik. En það er náttúrulega alveg klárt mál að það verður verkefni að bara svona safna orkunni og koma því á réttan stað, en ég held að það takist alveg. En var þetta það hrósa Rómaliðinu, þú veist, það náttúrulega, við vorum í rauninni, við sjálfur sér sko, náttúrulega Klaufar var ekki bara með 5-0 þegar við komum þarna, en þeir með líka eiga það kredit að þeir voru þó að halda áfram og þeir fengu kjaftsök þarna sko strax og svona gefum við þeim náttúrulega þetta mark til að jafna og svo fór annað kjaftsök og farin í hálfleikinn með það að þurfa að skora 4 mörk til þess að komast í framlengingu. Alltaf mörg lið hefur bara látið þar staðar numið, held ég. Þannig að þeir verða að fá kredit fyrir það. Þeir gáfu okkur þarna leik og þó maður har aldrei verið stressaður þá var maður líka alveg á þeim staðnum. Staðan var 2-2 og Liverpool hefur alveg verið að fá þessi mörk á færibandi hérna í gegnum tíðina og ég viðurkenni það alveg að í stöðunni 3-2 þegar það mark kemur og þá hugsaði maður að here we go again sko. Fór að rifja upp eitthvað svona Paris, Barcelona eitthvað svoleiðis en orkan hjá Róma var bara ekki meiri en svo að þetta yrði neitt erfiðara og hættulegra heldur en bara það að vera svona stressaður í ykkur 3-4 mínútur og siglaði svo áfram og það var svo sem frá þegar við komumst í 2-0 í þessu heimavelli þá náttúrulega vorum við í ökumannssætinu og sennilega sagði það nú svolítið bara hvernig þessi viðureign var einhvern veginn hvað kallaði Kloppa all inclusive football að þetta var ekki metið við undanúrsliта viðureign síðast sko 10 mörk samtals þegar voru sko 13 í þessari viðureign vegna þess að liðin voru einhvern veginn svona þetta voru svona áhlaupsleikir það var einhvern veginn þannig sem það var þannig að bara sjálfur sér bara skemmtileg viðureign og ég heyrist á það sem maður hefur heyrt allavega þá hefur þrátt fyrir að alls konar netmiðlar á Íslandi og í öðrum löndum hafi verið að reyna að gera eins og þeir gátu að búa til eitthvað stríðsástand í Róm og biðu eftir einhverjum bardagaaðferðum þá heyrist manni bara það hafa allt líka farið vel fram og mér heyrist á þeim sem hafa verið að lýsa því það hafa bara verið rosalega góð stemming í borginni og í kringum leikinn og það var alltaf mikið stuð hjá áhorfendum Liverpool sem þurfti að bíða eitthvað 3 klukkutíma inn á vellinum syngjandi allan tíman þannig að mér fannst kannski bara að því að leikurinn svona einhvern veginn það einhvern veginn enginn þurfa að ræða þessa leiki fyrst þeir konur áfram en það sem að mér fannst bara ég svo sem einhvern veginn hendi hérna eitthvað hvað er þetta hashtagmerki þetta var svona bara back where we belong leikur við erum komnir í úrslit í meistaradeildinni þannig fáránlegt finnst mér í rauninni ef maður bara tekur þá notion að ég grunaði þetta ekki í haust þegar við vorum að þá var maður ekki viss hvort maður kemist áfram móti Hoffenheim sko og það var allt í kringum leikin ég var að sjóða karamellinu og horfði á allt BT-ævintýrið með fagnaðarlætin og það dót allt áfram Argrímur Baldurs Argrímur Baldurs kom ég bara lengi að syngja Never Walk Alone og við skulum, að ég veit að Argrímur hlustar hver fer í bláu á fótboltaleiki með Liverpool vil ég bara segja mér það Sá alltaf að vera fjölnitunum Sá alltaf ekki að láta grípa sig sem einhvern Liverpool-mann maður. Þannig að það var bara svolítið þannig sem var alltaf ógeðslega gaman að sjá bara svona einskjara gleði og þarna voru fullt af einhverjum kjúklingu sem kallinn þetta ekki með Curtis Jones var þarna með Símar sinn og því líka stemmingin kallinn fer í viðtal og hleypur eftir viðtalið inn til áhorfendana það var búin hálftími frá leiknum þá hleypur hann og þá trilltist náttúrulega allt aftur einhvern veginn og bara þetta var bara ég sá, maður fekk svona netta gæsáð einhvern veginn að bara í dag þegar ég var að dikta þetta milli stöðu og Sky kom með eitthvað skiptin þar sem að Ronaldo er öðrum megin og Mo Salah er hinum megin, Liverpool Real Madrid Champions League Final, þetta er bara svona geggjað moment og bara það var auðvitað það sem að mér fannst bara búið að finnast ógeðslega gaman, við erum ekki búin að létta leið og félagið bara komið aftur á þennan stað sem að við viljum að það sé alltaf á og bara ef að við látum drauminn rætast og við klárum stóra eirað og við getum farið að syngja ekki 5 heldur 6 sko og við þurfum að finna eitthvað sem að passa rímar við Kýf að þá náttúrulega held ég að við séum bara ég held að geta orðið alveg gríðarlegt skref fyrir klúbbinn og fyrir Klopp því að ég held að það sé svona það sem að er svona hvað að segja, það er svona það komið svona hvað heitir þetta flugvélabensin á raketinu og það var bara einhver að kveikja sko á þræðinum og það að vera komin í úrslitaleik meistaradeildarinnar er geggjað moment en ef við tökum
sko stóra eirað og byrjum að safna upp í 10 til þess að ná öðrum bikar til eignar, þá held ég að klúbburinn okkar bara fljúi töluvert hraðar upp heldur en mun samt þó gera sko. Þannig að mér finnst það líka bara gaman í þessu ferli öllu að bara Liverpool bara komið inn sem einn af stærstu klúbbunum í Evrópu aftur. Nú bara ætla að blóta einu sinni anskotin hafið að let's keep it there sko. Mér finnst að hugsa líka, við getum unnið annan svona til eignar og getum við látið hann svona ferðast England og hafa hann í hinum liðunum kannski sjá hann og svona. En höldum áfram sko, Denni höfum að svona meiri ákvæðni og skoðum liðið okkar bara ferðalagi í rauninni nánast allra leikmanna Liverpool bara í þennan úrslitaleik. Þetta eiginlega allt saman efni í kvikmynd, ef þú horfir frá sjónarhóli nánast í hvaða leikmann sem í liðinu. Bara, ég okkar að spyrja ykkur alla þessu, hvaða handrit myndir þú helst skrifa? Myndir þú byrja allavega af þessum hópi? Ég veit að ég yrði að velja á milli Trent og Andy Robertson, sko, þeir út með Trent 19 ára strák sem að spila eins og leikmaður sem hókin af reynslu, heimamaður sem sko nær svo ofboðslega vel tengingunni við Liverpool borg, við Liverpool liðið, við stuðningsmennina, strákur sem sko kemur inn í liðið út af meiðslum og tryggir sér sætið. Og hefur almennt verið talið svona veikasti hlekkurinn og vissulega hefur átt lélega leiki, strákar hann í 19 ára, hann búinn að eiga frábæra leiki inn á milli og svo ertu með á hinum kantinum Andy Robertson, drengurinn var eins og ég sagði á hann, að fara á atvinnuleysisbætur í Skotlandi að spila með Queen's Park í utandeildinni í Skotlandi, keyptur 8 milljónir punda frá Hull liði sem fjall og lag mörkum alveg hægri vinstri að þessi strákur hann er búinn að spila sig á toppinn og fær hrós frá öllum. Það ævintýri líka að vera með skota í vörninni sem sko að eigna sér þessa stöðu og önnur öfundar augum til okkar. Þetta svona ævintýri sem ekki hægt að skrifa og ef menn myndu gera Hollywoodmyndina þá myndu menn segja come on, þetta myndi gerast í alvörunni. Byrjar á atvinnuleysis skrifstofunni? Já. Mín saga var held ég Mo Salah, ykkur pínulítill naggur sem lítur meira út eins og kaþólskur prestur heldur en fótboltamaður sem er búinn að vera reject hjá Chelsea, lánaður út, búinn að spila fínt hjá Róma, kemur síðan núna bara inn í deildina og við okkur vantaði meiri hraða í sóknina, það var ekki nóg að vera bara með manni, en ég mjög góður að marka metið hjá Ian Rush sé í hættu út af þessum kaþólska prest. Það er náttúrulega bara galin hugsun. Bara hvernig fór þetta fram? Hann er að fara upp fyrir Suárez og hann er að fara upp fyrir Torres, hann er að fara upp fyrir alla þessa gaurar sem hafa svona slegið sem hvað mest í gegn hjá Liverpool síðust árum. Þetta er bara talandi ösku-busku ævintýri. Þetta er bara ólýsanlegt hvernig þessi ferill hjá honum hefur farið frá því hann kom í júlí síðastliðnum. Maggi, þú farið Hollywood budget í mynd. Má ég bæta við einni? Ja, þú farið Hollywood budget í mynd og verður að koma. Já, ég myndi alltaf og sérstaklega því að hérna minna það endurinn er eftir og ég laka Maggi, þú dettur alveg hrikal út. Maggi. Öskubuska þessa liðs er náttúrulega öskubuska. Maggi, byrjaði upp á nýtt og dalt netsambandið. Þarna. Það er eitthvað leiðilegt netsambandið hér. Þetta er alveg að tala við. Hvað gerist þér? Þetta er eins og að tala við Eti núna, sko. Er ekki eins og ykkur, strákar? Jú. Jú, sama. Heyrðu í mér? Núna ertu komin upp betri. Já, ég veit ekki hvað það gerst. Ég bara sneri mér hérna við bara, það var ekki meira sem ég gerði. Það er ekki hægt að snúa við, maður. Já, herru, það var bara að byrja aftur. Lítið hvernig væri þitt hérna Hollywood andrit? Já, mér sko öskubusku ævintýrið í fyrst mér í meistaradeildinni sem að
ég vona að ég ennþá eftir að bara sko, setja lokasunna alveg, þú veist, það eru svo mörg, það er alltaf James Milner, ég bara, þú veist, þetta er náttúrulega bara, það er mitt að vera að gefa það er ekki satt Milner, ég hefði líklega slögt á þér. Já, við erum að fá hann á frjálsisölu, síðasta ár spilar hann sem bakvörður, ég held að þetta sé bara drauma leikmaður framkvæmdastjórann, hann möglaði ekkert yfir því, spilaði vinstri bakvörð, búið að vera alls konar svona, eitthvað bull í gangi, svona fyrstu árunars, ég meina, þú veist, svo tvítar hann svo vindurinn núna, þú veist, maður er farin að tekka honum alltaf eftir leik, sko, og þetta sjálfsmark í gær sem akkurat svona til þess að svona einhvern veginn dempt the hopes í einhvern veginn öllu. Þannig að öskubusku-ævintýrin er alltaf sjálfsögðu allir þessi við búin að nefna við sammála og þetta líður alltaf endalaust öskubusku-ævintýri. Ég meina það var líka þetta að skrifa Gini Van Aldum sem menn eru búin að syngja útivallamarkið sko í 2 ár. Svo kemur það þarna, þú veist, bara af öllum. En James Milner náttúrulega, hann á eftir að setja vítaspyrnu í uppbótartíma móti Real Madrid og bara, þá var það ekki bara Hollywood, það var sko Bollywood-ur, það var komið Indlands, einhver induskur leikstjóri sem að býta sko Bollywood myndum kallinn líka, sko. Þú veist, 30 og hvað, 34 eða hvað hann eiginlega er, þú veist, og þessi dásamlega lína sem að, þú veist, ég gargaði upp við mig, I might go for a Ribena, sko, þetta er náttúrulega bara argandi snillingur og hann er komið svo... Hann er búin að vinna samfélagsmiðluna bara endanlega. Algjörlega, hann er bara búin að, þú veist, þessi Ribena setning, þú veist, hann var kókaði að fanta, hann skellti bara í Ribena. Það var bara, hann hlýtur að verða andlit Ribena bara sem eftir er ævinar þessi kall, sko. En ég myndi velja Milner í mynd það. Hugsa þetta eftir leik af þessu mómenti í viðtalið, þetta var ógeðslega. Þú getur þetta, Ítalíu, hvað er það svo flott? Já, aldrei að fá það í rauðvín. Nei, ég hefði kannski grípið við Ribena bara. Þetta var geggjað, algjörlega geggjað moment. Altså ég ætla að fara að gera evrópska mynd og ég ætla að gera evrópska mynd og fara á kann með hana. Ég ætla að gera Lovren, byrja bara frá því hann var í æsku, hann sagði alveg frá því hann var úkupjakkur og því líka mótlætti sem hann er búin að lenda í hjá félaginu á leiðsinu ef hann nær að fara í úrslit og tala ekki að vinna það væri held ég alveg efni í eina góða kvikmynd, sko. Og sér nú ekki ennþá fyrir endan á sér nú ekki ennþá fyrir endan á þessum útlætti, held ég. Nákvæmlega. Herðu, höldum áframstrákar, þetta er skemmtilegt. Ein stuttpæling, ég ætla að byrja á PR-manninum, hafa búin að kynna Búvats væri farin í frí á þessum ástíma. Hvað haldið þessi í gangi þar, Denni, og ég meina, var eitthvað verri tímasetning bara mögulega í þessu? Nei, og sem PR-maður þá get ég sagt að þögnin er ærandi og hún er það versta. Vegna þess að sko, ef þetta væri þannig að þetta væri eins að hann sem er í gangi mikil veikindi föður hans og einhver erfiðleikar heima við, þá væri klúbburinn búin að segja það vegna þess að hann gefur svo út fyrir að vera fjölskyldu klúbbur og ef það kemi yfirlýsing frá félaginu eitthvað svoleiðis, þá voru allir rólegir. En þögnin og það hvernig menn neita að tala þetta, það veldur mér miklum áhyggjum og þessi tímasetning náttúrulega skelfir mig og það að hann skuli einmitt fara frá klúbbnum á þessum tíma á þessu mikilvægasta sko augnabliki síðustu ára, það segir okkur það er eitthvað mikið og ég sá það til dæmis sko í leiknum að í seinna markinu sem skora þegar Klopp snýr sig við og ætlar að fara að fagna í áttina varamarabeknum og hann stóð svo einn. Hann hafði ekki Búvats til að fara með og maður sáð hvað það vantaði. Já, þetta er vel spes. Við fáum nú vonandi einhverja frekari fréttir af þessu á næstinu og Maggi, ég ætla nú bara að lauma rétt inn. Þú varst að koma með eitthvað á Twitter. Þetta er bara með að við erum að taka upp að Gerrard staðfestur á morgun. Er það staðfest eða svona áreiðanlegt? Það skæði það í headline og það var nú aðeins verið að spjalla við hann myndi í gær. Ég held að þetta sé að gerast. Ég held að Steven Gerrard verði næstu framkvæmdastjóri Rangers. Hann talar þannig, Danny Murphy er búin að tala þannig líka og þeir eru miklu vinnir og hafa lengi verið, þannig ég held að það sé alveg að verða klárt. Þannig að það verði headline morgundagsins að Gerrard ætla að prófa þetta moment. Væri það ekki bara flott mál fyrir hann? Það er alltaf bara stórt gambúl en þannig, en eins og það sem búið að vera umræða það lengi hvort
hvaða leið hann vill fara, hann ætlar sér að vera stjóri og þetta er alltaf viðkvæm skref að taka og hann að ganga inn í lið sem er náttúrulega býstna langt fyrir aftan Celtic en hlýtur að fengja einhver loforð það að geta gert þennan risa upp í Skotlandi í samkeppnishæfan og þá þetta ekki skil alveg hans moment en þetta vissulega ákveðið gambúl fyrir hann að taka og aðeins að taka við þessum Dennis sagði ég það sem náttúrulega svo sem maður hefur lesið í gegnum söguna með Klopp og Búvats að hafa náttúrulega þetta eru sterkir karakterar og það hefur gengið mikið á milli þeirra og þetta ekkert fyrsta skipti sem að hann hleypir einhvern kekk á milli þeirra og það náttúrulega pottið það sem að gerast að ef í alvörunni pappans var að deyja eins og einhver bosníumennir búin að skrifa þá væri þetta bara búið að segja frá því það er augljóst mál þannig að það er alveg klart mál að þarna er eitthvað komið upp sem að þarf að díla við og ég er ekki alveg komin á þennan svona hvað að segja þennan rætna orðrómum það að Klopp sé þannig maður sem ekki hægt að vinna með honum og það vísaði í það að hann kynnti Linder sem jafnvel framtíð eftirminnisambannsinn hjá Liverpool og sá fór að þjálfa okkur lið í Hollandi og nú er Búvats farinn og það er einmitt bara þarna 2 eftir, hann og markalkurinn sko. Það er búin að vinna með honum í 20 ár, þannig að hann hýttir að vinna með honum. Já, nákvæmlega. Og Wagner er besti vinnurinn sem þá, þannig að þetta er nú alltaf læg. Já, ég sammála því, en varandi Gerrard þá náttúrulega, þetta væri það draumur allavega minn, að hann yrði típan í það að vera framkvæmdastjóri Liverpool, það er bara þannig sem hann er alveg ennþá í höstum á mér alveg klárlega einhver gaur sem að ég vil hafa tengt alltaf í Liverpool og það heldur að hljóta allir að fyrirgjóna það að hætta múlingalið Liverpool sem hefur reyndar verið að gera mjög góða hluti upp á síðkastið undir hans stjórn og manni finnst maður svona að vera greint ákveðin merki Manchester United núna í hörkuleik þar sem að ég klára því að hans input hafði eitthvað að segja þannig að það er bara held ég gott skref fyrir hann og bara vonandi græðið á því þannig að þetta er svona 15 ár þegar Klopp fyrir að hætta á 67 ára, þá komið hann inn 50 Gerrard og tækið við. Steini, spáum Gerrard og líka, þú kenndi þín með síðustu fréttina svona í vikunni að ég minn þetta er náttúrulega eins rétt og góð skilaboð ekki og hægt að hafa það að fyrir mínu á framleiki hann rétt fyrir Rómaleikin líka. Það var alveg draumur í dós og ég veit ekki, ég hef ekki tölaði hversu oft ég hef lýst yfir aðdáun minni á Bobby Firmino hérna í þessu podcasti hjá okkur á Kopp.is en það er ansi oft og ég held að hann er klárlega farin að fá þetta hrós miklu fleiri stöðum heldur en okkur þetta er alveg og vagnin minn hann er alveg orðin bara smekkfullur af fólki sko, alveg bara smekkfullur og bara þessi karakter hann er líka svona eins sammála þetta sem voru að fara yfir með Milner hvað hann er að gera góða hluta á samfélagsmiðlum sjáu Bobby Firmino hafið þið áður séð undirskrift undir nýjan samning sem að svona færi ykkur nánast til að hlæja no look undirritun og trallar alei út þetta er algjör mistari en varandi Gerrard þá er ég í rauninni á því að aldrei svo vant nokkurn veginn ósammála Magga ég held að þetta sé ekki stór áhætta sem hann er að taka Gerrard, ég held einmitt að hann sé að lágmarka áhættuna, hann er að fara þarna í risastóran klúbb í Mikka Mús-deild þar sem að lið Celtic er búið að sko einoka deildina hann er að fá það er svakalega góð mæting á leiki hjá Rangers og þetta er fallið stórveldi sem er komið aftur upp nokkrar deildir og ég held að pressan á honum sé nefnilega tiltölulega lítil út af einokuninni hjá Celtic og ég held að það sé tiltölulega einfalt fyrir hann ef hann fær loforð smá peninga að verða langt næstbesta lið og ef það verður eitthvað meira heldur en langt næstbesta lið að þá er hann bara strax búinn að vinna sér inn bara nokkur ár í þessum stjóraframa en ég er aftur á móti sammála Magga, ég vona að það sé mjög langt í að það sé farið að kalla á að hann komi og tæki við Liverpool þó ég voni að það gerist fyrir rest en ég vona náttúrulega Klopp verði hjá okkur sem allra lengst en ég er svolítið hræddur að það verði ekki meira en svona 7-8 ár max. Nei, nákvæmlega. Hann verður að byrja einhvers staðar og þetta er sæmilega stórt lið. Það hafa margir farið í ykkur neðrdölda liði England og lent í vesinni þar þannig að við bara óskum honum að sjálfsögðu alls besta. Það er spurning hvort að
Celtic aðdáendur sem halda líka með Liverpool verði í jafnkáttur með þetta, fyrir ekki vel maður veit það ekki, en það skiptir ekki öllu máli höldum. Ég held við förum bara enda þetta strákar, en ég kendi þín við eigum bara alveg hrikalega mikilvægan leikum helgina móti Chelsea og það er óhætt að segja að maður sé svona aðeins smeykur við það. Hvernig leggst þetta í það og rauninni bara hvernig heldur hann fari inn í hennar leik með það sem við sáum í lokinu móti Róma? Hann með dauðþreyttan hóp, hann með hóp sem þegar sko farin að hugsa úrslitaleikinn, sem þýðir að hann í talsverðum vandræðum, hann verður að stokka upp en með hverjum, það eru bara börn á bekknum og ætlar að fara að spila með einhverjum börnum í næst síðasta leiki í deildinni sem getur skipt sköpum hvort að við verðum í meistaradeildinni að ári, það er að segja ef við vinnum ekki úrslitaleikinn, hann getur það ekki heldur, hann nýbúinn að lýsa því yfir og gerði það fyrir Stoke-leikinn að hver einasti leikur í deildinni úrslitaleikur og hann myndi aldrei gera klúbbnum það að vera að spila á einhverju varaliði. Það setur hann í mjög erfiða stöðu og setur leikmannahópin í mjög erfiða stöðu og þess vegna ég mjög stressaður fyrir þennan leik. Það eina sem gleður mig að þetta ekki hádegisleikur. Já, það ömurlegt tölfræði þar. Hann var náttúrulega bara brjálaður Klopparinn síðast þegar það var ákveðið að það væri hádegisleikur, Everton-leikurinn. Þannig að við sáum það sem móti Stoke líka, þetta var nú ekki að hjálpa okkur, sko. Nei, við erum bélið, það er að segja, við viljum ekki vera að spila mótnana. Stuðningsmennirnir, þeir senda greinilega bestu straumana þegar það komið eftir hádegi og menn eru með góðri samvisku komni með bjór í hönd til að styðja liðið og við verðum bara að krossa fingur og segja að því að þetta síðdegisleikur þá náu það að mótivera þetta en öðru leyti mjög stressaði fyrir þessum leik. Þetta komast í meistaradeildir komið liðinu þangað, þetta var flott hjá hann í vetur. Ég held samt að besta sem að Klopp hafi gert var þetta ramt yfir hádegisleikjunum. Ég hjartanlega sammála og útrýma þessu. Steini, hvernig leggst Chelsea í þig? Hvernig heldur hann breytingar á hóp og slíkt? Ég held að hann gerir litla breytingar. Ég held að hann reyna að kreista út úr mönnum. Ég meina það náum menn í jafntefli í þessum leik, þá þetta komið. Það ekki flókið, en menn ná að kreista fram í jafntefli, tala ekki sigur, en ég held að hann leggi rosalega mikið upp úr þessum leik, menn koma þarna inn, menn ætti að vera helpeppaðir, menn vita alveg hvað það þýðir að spila í meistaradeildinni, góð úrslit í leiknum þýða bara meistaradeildar næsta ári, hversu mikið meira motivation þarftu? Það er bara nákvæmlega, þetta allt öðruvísi leikur heldur en við erum búin að vera að taka á móti West Brom og Stoke núna undanfarið. Út af því að þar var mindsetið bara fyrst og fremst á þessum leik í meistaradeildinni. Núna aftur á móti getur þú með góðum úrslitum í þessum leik tryggt inn í meistaradeildina á næsta tímabili. Það langt ennþá í úrslitaleikinn og með góðum úrslitum þá þetta bara, þá geta menn farið að hvíla lúin bein. Þannig að ég held að hann fari all in. Við sjáum sterkasta lið sem mögulegt að stilla upp og hann mun reyna bara að meiða Chelsea liðið með mörkum. Ekki loka orð. Já, ég skal vera leiðileg kallinn. Ég held við ekki séns í þennan leik. Það verða stærstu úrslit vetarins ef við töpum ekki á brúnni helgina. Og þar það bæði vegna þess að mér finnst Chelsea búin að vera geggjaðir undanfarið að séð af þeim. Þeir eru búin að finna mótjóðu sitt. Þeir eru miklu frekar að keppa við Tottenham heldur en okkur og okkur á að duga það að vinna þennan Brighton-leik. Ég held að það að hafa komist í undanúrslit meistaradeildarinnar á miðvikudagskvöld, fara svo brúnna helgin eftir með þreytt lið, meðan að Chelsea hafa verið að spila einn leik í viku í sjálfu sér sennilega betri, allavega á pappírnum, betri leikmannahóp heldur en við erum að hafa. Þá held ég að það væri pínlítið ósanngjarnt að reikna með því á okkar mönnum að þeir næðu þessu stigi sem þarf. Og ég svo sem ætla ekkert að stressa mig og storta því, ég meina auðvitað yfir sénsum, hörku lið og þannig erum við heldur mennir sem geta unnið fyrir okkur leiki, en ég held að það sé hrikalega stór krafa að reikna með því að eftir svona hamagang sem búin að vera í gangi hjá okkur í undanfarnar 3-4 vikur að við höfum einhvern veginn kraftin í það að klára þann leik. En það þá bara eins og Steinir að segja, ef menn eru búin að sjá í endamarki við meistaradeildina og eru tilbúinir að
fórna lífi og limum í það að ná þessu sæti. Og að því sögðu það, því við ætlum ekki að tala um hennar Stoke-leik sem hann var leiðasti leikur vetrarins, að þá bara vona ég allavega að Klopp fari ekki í það sem hann gerði þar að breyta með eitthvað leikkerfi og gera svoleiðis. Hann á bara að spila með þetta leikkerfi og sjá hvort hann getur eitthvað ferskað upp. Ég held að hann reyni að hvíla eitthvað að framherjunum sem eru náttúrulega orðnir mjög þreyttir og þú veist, eru sparkaði niður og djöflast í þeim allan tíman. Það var ekki Salah því hann ætlar að keppa við Magnús-stilli og sá sem hann getur einmitt klára svona leiki. Þannig að hann reyni ekki að setja Ings einhvers staðar inn og kannski reyni að koma Klein inn í jöfnuna. Á Twitter sá maður lengi vel að það var svona eitthvað séns á því að Lallana væri eitthvað að nálgast, þannig að kannski fara hann að koma inn á. En ég held að við sjáum bara besta liðið okkar spila, en ég held að við eigum ekki séns á það. Og ég við langið það óskaplega. Ég held að Chelsea vinna okkur 2-0. Ég held við höfum ekki orku í þetta því miður. Steini, hvernig spáir þessu? Ég ætla að spá því að þetta væri 20 jafntefli. Tryggjum okkur áfram. Já. Og það er by the way algjört bullshit að við höfum ekki séns í Chelsea. Algjört bullshit. Þeir eru semst ósamlega hægt að nú. Tíðindi. Hvernig spá? Ég segi því miður, þá held ég að Chelsea hafi þetta 1-0. En ég á ennþá eftir að fara svo kvöldi fyrir leik og dreyma rétt úrslitin. Er það ekki, ég meina, ekki, þú veist, þetta er vika ára búin að ágæta að þú veitir hval eða ekki í gær og það í Liverpool komið áfram meistaratitilinn, er ekki bara geta slútað þessu og eitt rýbeina kvöld? Ég hitti Sigurð Má, mikinn búlara og hann spurði hvernig mér hefði gengið í veiðinu og ég sagði ég hefði fengið 4 og hann sagði mistur einhver og ég sagði já 2 og þá sagði Siggi að þessi leikur fer 4-2. Hann fór 4-2 og það eru 50 vitna að þessu samtali út í Ölveri og sem þýðir að ég þarf náttúrulega bara að fara og einhver þarf að redda mér veiði og svo sjáum við bara hvernig veiðin gengur. Þú missir sem allra flesta með þetta, það eru Liverpool-marki sem þú missir. Ertu ekki að vinna með Kristjáni Lofts núna þessa dagana? Nei, ég fer ekki í kvalinn. Ég verði að fá að minnast á bara, ég var mjög ánægður að sjá forsætisráðherra vor Já, heldur betur. Nota koppis hashtagið í fæslinu núna. Glætti mig mjög. Stórt sjátátt á Katrín Jakobsdóttir, ég treysti hún sér að hlusta, þetta var mjög gaman. Þetta er til eftirbreytni okkar, ég heldur þau að ljúka þessu, Denni, er þetta ekki bara málið, farið fótboltaumræða heldur en í svona pólitíska frasi og fréttum og almennu fréttum og hvað sem þeir? Jó, það er alltaf rétt að benda á að ríkisstjórnin er með gallharðan púlara sem upplýsingafulltrúa og Lára Björk hefur örugglega haft áhrif þarna á hana Kötu að hashtagga þetta. Tryggvi er okkar maður, hann kemur svolítið með okkur út, Mæki hjá hann, þetta er allt grjótari púlara, það er mjög góðu málu þar. En strákar, ég held að förum að segja þetta gott í bili og við heyrumst aftur vonandi næstu viku þegar við erum að fagna meistaradeildarsæti eftir alveg ógeðslegt 0-0 jafntefli móti Chelsea. Já, ég er til í það endar. Takk í